Það eru veiðigjöldin. Þú hefur gagnrýnt þau og sagt það að þegar að veiðigjöld á þorski voru hækkuð 90% og svo makríll eitthvað, veit ekki hvað, 150. Og svo kom síldin í -50. Þá segir þú, þetta ekki hægt, það er mjög erfitt að vinna við þessar aðstæður. Já, þegar, eins og ég segi strax í vetur og vor, að þegar þetta kom fram draugin að lögunum, að breyting á lögum, að veiðigjöldin þetta mjög flókin aðferðafræði að finna út. Til þess að finna út, ef þú vilt vita veiðigjaldi á næsta ári, eins og var verið að tala þá þarf fyrst að ákveða veiðigjald á hverja fisktegund. Og það mjög flókin aðferðafræði. Númer 2, svo þarf ráðherra að ákveða heildarafla fyrir alla fisktegundir á næsta ári til að vita magnið og svo í lok næsta árs þá veistu endalega hvað heildargjaldið verður, þá veistu hvort við höfum veitt kvótan ekki. Þannig að þegar fólk kemur 6 mánu, 8 mánu fyrir almanaksári og að segja hvað veiðgjaldið verður næsta ári, það hefur ekki hugmyndum hvert gjaldið verður per fisktegund, það hefur ekki hugmyndum hvað við veiðum mikið, hvernig veistu þetta? Já. Þetta kemur ljós núna við 3. umræðu fjárlaga, það var allt ræst sem ég sagði. Núna í 3. umræðu fjárlaga þá gerir ráð fyrir að gjaldið verður 13-14 milljarðar á næsta ári. Já, það var nú talað með jafnlega 20 heildargjöldin sko, þegar veiðigjöldin myndi hækka og 10 í 20. Í þingjunni í sumar var það kynnt. 10 upp í 25. Já, en formúlan sem notuð til að finna gjaldið á hverja fisktegund, ég kalla hana svona svo rússneska rúllettu. Að því að þetta fundið út, þetta svo gamla, þegar maður gerir landbúnaðarskýrslautar í gamla daga, það gert RSK, við gerum blað fyrir RSK 429. Þar gert eyðublað fyrir hvert einasta fiskiskip á Íslandi, tegundir og ákveðin gjöld. Þessu skilað inn til skattsins og núna samkvæmt nýju lögunum, þá fiktar hann í tekjunum að því hann fær frá fiskistofu hvað veiði hvert einasta fiskiskip margar fisktegundir. Og svo breytir hann fiskverðinu á þorskinu og ísinu, kolmuna, makril og síld og með við hvernig verðin eru í Noregi og fiskmarkaðana. Ef eitthvað fiskiskip nýkomið til landsins og rándýrt, þá tekið skattalegt afskriftaverð, margfaldað með 2, þá komið fjármagnskostnaðinn á þetta fiskiskip og ef hann veiði bara eina fisktegund, þá getur gjaldið orðið gríðarlega lágt, þess að gerist með síldina. Ef engin afskriftastopp, þetta eru gömul skip, þá getur gjaldið orðið mjög hátt. Og ef það rosalega há verð í Noregi og krónan veik eitthvað árið, svo eftir 2 ára setna verði bara aftur mjög lágt hérna í okkur og krónan sterk, þá getur gjaldið verið svimandi hátt á okkur. Þannig að aðferðafræðin til að reikna sig veiðigjöld ekki skynsöm. Og við eigum að taka okkur tíma núna í vetur að fara yfir þetta á málefnilegu nótum. Þessi að ná í verðmiðið til útlanda, það gat aldrei farið vel. Nei. Það bara lá fyrir. Og svo líka því þið í hlutafélaginu að það ekki leyfilegt að leggja tekjuskatt 2 ára fyrirtæki. Veiðigjaldið skattur og það fundi út frá afkomu og svo aftur lagður á okkur tekjuskattur við hagnað. Þannig að við erum með 2-faldan tekjuskatt. Og vandamáli í þessu það er búið að rugla þjóðinni í þessu að sé hægt að finna út umfram hagnað á hverju einustu fisktegund á Íslandi. Þetta ekki hægt.